Góðan daginn, ágætu gestir og því sem eru í streymi að fylgjast með þessari kynningu hjá okkur. En við ætlum að renna hérna yfir annan ársfjórðung 2024 hjá Síldarvinnslunni og 6 mánuðina. Nú það helsta úr starfseminni á öðrum fjórðungi var það var eingöngu kolmunnaveiði í uppsjávarhlutanum hjá okkur. Og það má segja að veiðin hafi gengið vel, en vissulega gáfu verð á afurðum töluvert eftir og lækkuðu á fjórðungnum út af mikilli pressu. Og svo var einfaldlega bara minni nýting, bæði mjöl- og lýsisnýting úr fisknum heldur en svona reynslutölur eru með sem við höfum. Og það er í rauninni svo sem sama og menn er að sjá til dæmis annars staðar úr öðrum fisktegundum og það er væntanlega bara fiskurinn ekki eins vel haldinn. Nú, loðnubresturinn auðvitað litar þennan fjórðung mjög mikið því að loðnuvertíð er nú þannig að loðnuvertíðin í fyrra var náttúrulega mjög stór eins og við munum, mikið framleitt, en loðnuvertíð er í eðli sínu þannig að þetta er 2 til 3 mánaða törn þar sem er mikil verðmætasköpun og framleiðsla sem er síðan verið að selja og losa út úr birgðum fyrirtækja næstu mánuði eftir. Þannig að það sér vissulega mikið högg á fjórðungnum að það vanti þessar afurðir allar inn í söluna. Nú, bolfiskvinnslan hjá okkur, hún er undir væntingum og það eru auðvitað ekkert, það eru jarðhræringar á Reykjanesi. Við byrjum í rauninni ekki vinnslu í Grindavík, en byrjum í litlu magni að vinna það fisk í maímánuði. Við unnum aðeins saltfisk í Helguvík sem við settum upp í febrúar á fjórðungnum fyrir Portúgalmarkað og það svo sem gekk ágætlega. Veiði skipana, bolfiskveiðin gekk vel á árinu, frystitórin var með fína tóra. En eins og ég sagði, mjöl- og lýsisnýting dróst saman og verð lækkuð. Við erum að sjá flesta kostnaðarliði hækka. Hráefnisverð fyrir uppsjávarfiskinn var hátt, sökum minni nýtingar og verðlækkana sem fylgdu kannski í kjölfarið og liggja ekki alltaf fyrir þegar við erum að kaupa fiskinn. Og svo erum við auðvitað að sjá skert aðgengi að grænni orku sem þýðir auðvitað töluvert hærri orkukostnað og útblástur frá verksmiðjunum. En við þurfum auðvitað bara að bregðast við þessum kostnaðarhækkunum og það er ekki gert nema með hagræðingu í rekstri. Og svona heilt yfir að þá er óásættanlegt að vera með neikvæða rekstrarniðurstöðu í lok fjórðungsins. Og það munum við ekki, það er óviðunandi niðurstaða og við því þarf að bregðast. Nú, ef við förum aðeins í bara lykiltölur fjórðungsins, þá voru tekjurnar $60,3 milljónir á móti 79,6 árið áður. EBITDA $6,6 milljónir á móti 21,1 og EBITDA hlutfalli 10,9 og hagnaður, tap tímabilsins $1,9 milljónir í staðinn fyrir $13,2 milljónir í hagnað árið áður. Við veiddum 50.000 tonn, þetta meiri veiðin á sama tímabili fyrra, 46.000 tonn, en það vegur náttúrulega þyngst bara meiri kolmunnaveiði sem eins og ég sagði áður gaf minna af sér. Nú við framleiddum 19.700 tonn afurðum í staðinn fyrir 20.900 tonn árið áður. Nú heildareignin samstæðanna, þegar við förum í efnaðinn, eru 1.043 milljónir, eiginfjárhlutfalli 59,5, handbært fé í lok tímabils 75,5 milljónir, netto vaxtaberandi skuldir deilt með EBITDA 2,46 og meðalgengi tímabilsins á dollar er 139,2 á móti 137,6 á sama tímabili árið áður. Nú ef við förum í 6 mánuðina þá erum við með tekjur upp á $141,7 milljónir á móti $211 milljónir árið áður. Og EBITDA er $25,8 milljónir á móti $60,7 milljónir árið áður. Og EBITDA hlutfallið á 6 mánuðum er 18,2% á móti 28,8%. Og hagnaður tímabilsins er $9,3 milljónir á móti $42,7 milljónir árið áður. Nú, við veiðum á 6 mánuðum 92.000 tonn á móti 136.000 tonnum árið áður. Við framleiðum tæplega 40.000 tonn afurðum á móti 69.000 tonnum árið áður. Þannig að það sést auðvitað í bæði veltutölum og magntölum að það er mikil sveifla á milli ára sem auðvitað má rekja til eitt stykki loðnuvertíðar.
Aflinn hjá okkur að uppsjávarskipunum var 40.000 tonn og það er náttúrulega eingöngu kolmunaveiði og það er upp frá sama tímabili fyrra. Ef við bregðum alltaf upp stöðu aflaheimilda eins og hún er stödd og þetta er norsk-íslenska síldin búið úthlutinu eftir að veiða hana. Við eigum eftir að veiða 13.000 tonna norsk-íslenskri síld og sem er ívið meira en í fyrra. Nei, töluvert minna en í fyrra fyrirgefið, úthlutun var 12.300 tonn. Við eigum eftir að veiða 20.000 tonna makríl, þar var úthlutunin 14.000 tonn, en þegar við erum svona yfir úthlutun þá er það heimildir sem við geymum á milli ára annars vegar og hins vegar það sem við tökum úr svokölluðum skiptipottum. Við eigum eftir að veiða einhver 17.000 tonn af kolmuna. Síldarstaðan hjá okkur var 680 tonn í staðinn fyrir 0 í fyrra og síðan er þá búið að úthluta síld núna einhverjum 13.000 tonnum. Þannig að það er staðan á uppsjávarheimildum seinni hlutann og makrílvertíð komin í gang. Uppsjávaraflinn á 6 mánuðunum er 72.400 tonn og það er eingöngu kolmun á móti 114.000 tonn ári áður. Uppsjávarvinnsluna, bræðsluna tók á móti 65.000 tonnum á fjórðungnum og við framleiddum einhver 16.300 tonn af afurðum sem er svipað magni við fyrra. En þið sjáum við að það er svipuð afurðaframleiðsla í mjöli og lýsi þrátt fyrir að við séum að taka á móti 5.000 tonnum meiri afla. Þannig að það kannski endurspeglar þessa minni nýtingu sem við erum að sjá í fisknum. Og ef við skoðum 6 mánuðina þá verður verksmiðjan með 121.000 tonn á móti 179 ári áður og við framleiðum einhver 33.000 tonn af afurðum í staðinn fyrir 60.000 tonn ári áður og það eru þá af mjöli og lýsi 26.600 tonn. Og við tókum náttúrulega í uppsjávarfrystingunni á móti smá loðnu frá Norðmönnum í vetur sem var reyndar dýr og skilar ekkert mikilvæg framleiðni en aðeins upp í fastan kostnað í vinnslunni. Á móti 17.300 tonnum í uppsjávarfrystingu ári áður. Þannig að það er auðvitað sveifla í þessu. Ef við förum í bolfiskaflann á fjórðungnum þá verðum við með 9.300 tonn. Það er niður einhver 1.200 tonn á milli tímabila. Ef við skoðum bara stöðu aflaheimilda í lok fjórðungsins og þá inn á síðustu 6. Í rauninni má segja að þetta sé út ágúst því það er byrjað nýtt kvótaár 1. september eins og flestum er kunnugt, en þá áttum við eftir að þorski 1300 tonn tæp í staðinn fyrir 716 ári áður, 530 ís í staðinn fyrir 155 og 3300 ufsa og gullkarfa 650 og grálúðu 309. Þannig að staða aflaheimilda í bolfiski hefur verið góð. Það er að segja við erum með minni veiði. Ef við skoðum 6 mánuðina þá veiðum við 19.900 tonn tæp í staðinn fyrir 21.300 og það helgast að því að við hægjum á veiðinni út af ástandinu í Grindavík og minni vinnslu afköstum og sveiflum í vinnslu þá hefur það komið fram í að við höfum hægt aðeins á veiði. Hitt og svo samdráttur í kvótum líka. Ef við skoðum þetta til skipaflokkum þá sést líka að við veiðum í fyrra 7.900 tonna á línuskip en veiðum núna 5.800. Það er bara samdráttur sem er tilkomið vegna þess að við lögðum einu línuskipi áramót, Fjölni. Og svo losa hann út úr samstæðunni núna. Ef við skoðum bolfiskvinnslunar á fjórðungnum og þarna kannski endurspeglast sveiflan sem við erum að tala í kringum Grindavík berlega og kannski sést best þarna sveiflan sem er að eiga sér stað að við erum með 643 tonn. Við byrjum eins og ég segi á litlu mannafla og svona litlum afköstum í frystihúsinu í maí og vinnum einhver 640 tonn fram að sumarliðum. En á sama tímabili fyrra vinnum við 2.700 tonn. Þannig að þetta svo sem sýnir sveifluna þar. Í móttaka í saltvinnu þar er aðeins aukning úr 2.200 tonnum í 2.900 tæp og það helgast auðvitað af þessari portfiskvinnslu eða saltfiskvinnslu sem við settum upp fyrir portúgalmarkað í Helguvík
sem auðvitað einföld vinnsla en markaðir voru mjög sterkir og gekk bara mjög vel hjá starfsfólki að rúlla því í gang og fór þokkalega vel í gegn. En það auðvitað bara tímabundin ráðstöfun. Við framleiðum einhver 3.400 tonna afurðum í staðinn fyrir 4.500. Og ef við skoðum 6 mánuðina þá auðvitað kemur þarna í móttaka frystihússins á Seyðisfirði en eins og kunnugt er að þá ákváðum við á haustmánuðum í fyrra að loka því og vorum að klára það á fyrstu mánuðum þessa árs. Þannig að auðvitað inn í þessu uppgjöri líka einskiptiskostnaður. Þar erum við með náttúrulega einskiptiskostnaður í $1 milljón sem auðvitað vegna lokunar og hagræðingar sem að skila sér svo síðar á Seyðisfirði, en það fór einungis 426 tonn í gegn í staðinn fyrir 1358 í fyrra. Nú frystihúsið í Grindavík, þar eru eins og áður sagði bara úr 5.800 á 6 mánuðum í 640, þannig að það er nánast ekki neitt. Og móttaka í saltfisknum er reyndar upp út af þessu sem við gerum í Portúgal, hérna í Helguvík. 5.500 á móti 4.600, þannig að það eru 1.000 tonn sem við vinnum þá af þessu höggi hinum megin upp þar. Við framleiðum einhver 6.000 tonna afurðum í staðinn fyrir 8.800. Nú ef við förum í rekstur fjórðungsins að þá eru tekjurnar $60,3 milljónir á móti 79 árið áður. Við erum með rekstrargjöld upp á tæplega 53,7 á móti 58,4. Þannig að við erum að lækka í tekjum $90 milljónir en kostnaður gjöld hjá okkur lækka eingöngu $4 milljónir. Þarna sést sveiflan ágætlega. EBITDA 6,5 á móti 21,1. Afskriftir 5,5 tæpar og rekstrarhagnaður er þannig 1.072 milljónir á fjórðungum. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld eru neikvæð 1,3. Áhrifarekstur hlutdeildarfélaga er neikvæð 1,9 og þetta eru fyrst og fremst hlutdeild okkar í Arctic Fish sem að slátraði mjög lítið af tímabilinu. Þar voru 6 mánaða uppgjörið ásættanlegt og með því besta sem þar hefur verið frá upphafi og ég held að seinni hluti ársins þar líti vel ágætlega út. Nú síðan er hitt félagi Polar Pelagic sem er auðvitað háð loðnuvertíðum og uppsjávar veiðum eins og síldarvinnslan. Þannig að hagnaður fyrir skatt, eða sem tap fyrir skatta er $2,2 milljónir og þegar er tekjuskatturinn er þá myndast inneign þar, þannig að hagnaður tímabilsins eða tap tímabilsins er $1,9 milljónir. Þannig er sveiflað upp að $15 milljónir á milli ára og helgast auðvitað minni framlega á veiðum og vinnslu kolmuna og annars vegar og hins vegar auðvitað bara minna af afurðum sem við erum að losa frá loðnuvertíðinni. Það er auðvitað stærstu þættir. Nú er rekstrartekjur nema $141,7 milljónir og rekstrarkostnaður á 6 mánuðum og rekstrarkostnaður 115,9. Þannig er EBITDA 6 mánuðana 25,7 á móti 60,7. Þannig er gríðarleg sveifla $34,8 milljónir. Nú afskriftir eru 10,1. Rekstrarhagnaður þannig 15,6 á móti 51,3. Fjármálatekjur og fjármagnsgjöld eru neikvæð 3,4 á móti því að þau eru jákvæð 1,4 árið í fyrra. Áhrifarekstur hlutdeildarfélaga eru neikvæð $400,000 og eru jákvæð $260,000 í fyrra. Þannig nemur hagnaður fyrir skatta $11,7 milljónir í staðinn fyrir 53 og tekjuskattur er þá $2,4 milljónir reiknaður og hagnaður tímabilsins er þannig $9,3 milljónir í staðinn fyrir 42,7. Og það held ég að þessi sveifla í rekstri skýrist í bara þessum magntölum sem við fórum í gegnum áðan að stórum hluta, auk þess sem að auðvitað eru að sjá margar kostnaðarliði stíga mikið og langt umfram það sem við erum að sjá í verðhækkunum erlendis. Enda sækjum við ekki verðbólga í kostnaði á Íslandi verður ekki sótt af erlenda markaði, auðvitað. Nú, ef við förum aðeins í hagnaðarbrúnna á fjórðungnum, þá vorum við með 13,2 milljónir í hagnað á síðasta ári og EBITDA fyrir niður 14,5. Afskriftir aukast $1 milljón, fjármagnslegir eru aukast 2,3. Áhrif hlutdeildarfélaga aukast
neikvæðum aukast hérna $819.000. Tekjuskatturinn er nú ekki það sem við viljum helst sjá, að tekjuskatturinn sé jákvæður en hann minnkar $3,6 milljónir. Þannig tap tímabilsins $1,9 milljónir. Nú ef við skoðum þetta fyrir 6 mánuðina þá erum við með $42,7 milljónir dollara í hagnað á 6 mánuðunum í fyrra. Við erum með lægri EBIT upp á $35 milljónir tæpar. Við erum með hærri afskriftir upp á $806.000. Fjármálatekjur og fjármagnsgjöld eru nánast á núlli. Gengismunur er neikvæður, eykst $3,7 milljónir. Verðbréfaaflögur, þar er aukning $1,1 milljón. Hlutdeildarfélög $693 milljónir. Síðan er þá tekjuskatturinn jákvæður $7,8 milljónir og hagnaður tímabilsins þannig $9,3 milljónir. Nú ef við kíkjum aðeins á starfsþáttar yfirlitið eins og það er hjá okkur þá er útgerðin með $67,9 milljónir í tekjur. Kostnaður við seldra vara í útgerð $25 milljónir. Laun eru $27 milljónir. Annar rekstrarkostnaður $939.000. Þannig er rekstrarhagnaður fyrir afskriftir í útgerðinni $14,9 milljónir. Landvinnslan er með $103,2 milljónir í tekjur. Kostnaður við seldra vara 76,1 og laun 10,8, annar rekstrarkostnaður 1,4 og þannig erum við með rekstrarhagnað fyrir afskriftir 14,8 í landvinnslunni. Nú aðrar deildir hjá okkur eru fóðurverksmiðjan Laxá, skrifstofu og stjórnunarkostnaður, PTS og nokkur dótturfélög. Þar erum við með $27,7 milljónir í tekjur. Kostnaður við seldra vara $25,7 milljónir, laun $3,5 milljónir, annar rekstrarkostnaður $2,8 milljónir og rekstrartap þar fyrir afskriftir eru tæpa $4 milljónir. Þannig erum við með samtals rekstrarhagnað fyrir afskriftir á 6 mánuðunum upp á $25,7 milljónir, afskriftir 10,1, fjármálatekjur og fjármagnsgjöld neikvæðum $3,4 milljónir, rekstri hlutdeildarfélaga neikvæðum $433.000, tekjuskattur $2,4 milljónir og hagnaður tímabilsins $9,3 milljónir. Nú EBITDA-brúin, hún er $60,6 milljónir á 6 mánuðum 2023. Útgerðin lækkar 12,2, landvinnslan lækkar 23, annar eykst $351.000, þannig er EBITDA fyrstu 6 mánuðina $25,7 milljónir. Nú eignir samstæðunar, fiskveiðiheimildir eru bókfærðar í lok tímabils $494,7 milljónir, rekstrarfjármunir $235,4 milljónir. Nú fjárfestingar eignarhlutir í hlutdeildarfélögum eru $136,6 milljónir og það er náttúrulega vegur þyngst hlutur okkar í Arctic Fish annars vegar og Polar Pelagic hins vegar. Þannig að við erum með fjárfestinga eignir upp á $139,4 milljónir, fasta fjármunir eru þannig samtals $869 milljónir. Nú veltufjármunir $173,6 milljónir á móti $209 milljónir. Þarna höfum við, eins og sést kannski seinna í sjóðstreyminu, verið að leysa upp birgðir á tímabilinu. Þegar lítið er framleitt þá er ekki óeðlilegt að birgðir minnki. Viðskiptakröfur lækka og aðrar skammtímakröfur aukast aðeins og handbært fé er $75,5 milljónir. Nú veltufjármunir nema þannig $173,6 og eignir samtals $1.043 milljónir og lækka lítillega á milli ára og má við rekja það auðvitað til meðal annars gengisbreytinga og Nú eigið fé er $620.000, langtímaskuldið $364 milljónir,
Skammtímaskuldir 58,7 milljónir dollara, skuldir samtals 422,8 milljónir dollara. Eigið fé skuldir samtals eru 1043 milljónir dollara á móti 1098. Nú ef við förum í sjóðstreymið þá sjáum við það að handbært fé í upphafi árs var 81,6 milljónir dollara. Veltufé á rekstri nemur 25,4. Greiddir vextir og skattar nema 13,3. Rekstrartryggðar eignir og skuldir taka til sín eru 27,2 sem eru auðvitað bara minnkun á veltufjármunum stórum hluta og byrðum og kröfum. Fjárfestingarhreyfingar taka til sín 4,2, fjármögnunarhreyfingar 41,2. Þannig erum við með handbært fé í lok tímabils upp á 75,5 milljónir dollara. Nú, ég hef haft það fyrir sig að reyna að rýna aðeins í framhaldið og fara yfir markaðana eins og við erum að meta þá og okkar markaðsfólk hverju sinni. Og ef við förum aðeins bara yfir stöðuna þá hefur veiðin gengið heilt yfir vel það sem af er. Við erum búin að veiða yfir 80% af okkar aflaheimildum. Í sumar, í byrjun júlí hófum við makrílvertíð og hún hefur í raun gengið vel og við höfum verið að sjá verð styrkjast frá síðasta ári í makrílnum og þó vissulega hafi gefið á bátinn síðustu 2 vikur í makríl þá hefur okkur gengið vel fram að því og erum komið yfir 80% af heimildum í land. Töluvert er samt eftir óveitta makríl núna í þessum töluörum og við erum að vonast til þess að ráðherra sjái sér fært að auka geymslur á milli ára til þess að ekki detti niður einhverjar heimildir ónýttar. Undirbúningur fyrir síldarvertíð er að hefjast hjá okkur og þar er útlit ágætt. Eins og kom fram í uppgjörinu, þá erum við búin að losa mikið af birgðum á fyrstu mánuðum ársins. Við erum að byrja nýtt kvótaár og við erum nokkuð stöðugir í bolfiski, sjáum heimildir á eftir. Þar áttur er eldgos og óróa á Reykjanesi, þá erum við að reyna að vinna í Grindavík núna. Bæði er að vinna í salthúsi og frystihúsi. Vissulega er ákveðin óvissa í kringum rekstrargrundvöll hlutdeildarfélag Vísis á svæðinu á Suðurnesjum sem hafa annars orðið fyrir tjóni eins og Marine Collagen og hins vegar hefur orðið töluvert skerðing á rekstrargrunni haustags. Nú, ef við aðeins bara förum í gegnum óvissuna í Grindavík, hún er auðvitað enn til staðar. Þó svo að nú sé gos í gangi og það er í rénum að við hófum vinnu í Grindavík í salthúsi og frystihúsi eftir sumarleyfi og auðvitað eru umsvifin minni og það sem þýðir auðvitað minni afköst og við höfum fækkað fólki og okkar starfsmenn hafa komið sér fyrir í nágrannasveitarfélögum og eru ekki búsettir í Grindavík sem er auðvitað ekki einfalt, sérstaklega þegar við að líða veturinn. Það er gott samstarf við viðbragðsaðila, öryggis- og rýmingaflugin eru til staðar og við erum með fólk í beinu sambandi við viðbragðsaðila á svæðinu. Og við hófum vinnu eftir sumarfrí og það er kannski sérstakt fyrir okkur sem stöndum lengra í burtu frá þessu að þá verður ljóst að viðbragðsaðilar og almannavarnir mátu Grindavík öruggt að vinna í Grindavík strax daginn eftir að eldgos hófst og fyrirtækjum var hleypt inn. Og það er kannski möguleg vinnsla í Grindavík upp að ákveðnu marki en það er auðvitað háð þeirri óvissu sem fylgir þessum jarðhræringum og nú vitum við ekkert hvað gerist þegar þessu gosi lýkur, hvort að enn hefjist kvikusöfnun og biðtími og óvissa í næsta atburð. Það er auðvitað eitthvað sem við erum að reyna að hlusta á vísindamenn en þeir tala nú dálítið mikið í kross. Þetta átti að vera búið hérna fyrir einhverjum vikum eða mánuðum að mati sumra og annara ekki, þannig að þetta er svona dálítið erfitt fyrir leikmenn að ráða í gátuna þarna en það er alveg ljóst að framtíðin í vinnslu í Grindavík er ekki til staðar með þessum endalausu sveiflum og óvissu punktum. Þannig að við þurfum einfaldlega að skoða mögulega leiðir með okkar bolfiskheimildir ef að þetta er eitthvað sem ekki er að
ganga þá þurfum við að gera það og það munum við gera, fara yfir og velta við þeim steinum sem þarf að velta í vinnsluleiðum og vinnslu hvar og hvernig henni verður best háttað fyrir hluthafafélagsins og fyrirtæki og meta mjög vel stöðuna í Grindavík, hversu mikil framtíð þar og fá til þess kannski færustu sérfræðinga til að leggja mat á það með okkur og erum að vinna í því. Nú, ef við skoðum bara bolfiskheimildirnar, því nú erum við að byrja nýtt kvótaár sem alltaf, það svona alltaf ákveðin tímamót í sjávarútvegsfyrirtækjum 1. september. Svona jólin dálítið að þá er byrjað upp á nýtt og þá þurfa menn að stokka spilin og fara yfir liðið kvótaár og skoða hvað við getum gert betur og hvernig við ætlum að tryggja verðmæti og afkomu úr þeim heimildum sem við höfum afnótt af á nýju kvótaári, raða þeim niður á skip og veiðar og vinnslu, en við erum semst með 38.000 tonn af heimildum í bolfiski inn í nýtt kvótaár. Við erum með, eins og þið sjáuð, þetta eru 15.700 tonn þorski, 8.800 tonn af ýsu, 4.700 ausa og 3.1 af gullkarfa og auðvitað eru mikil vonbrigði í karfanum með ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar og það er mjög mikil vonbrigði að ráðherra skyldi fylgja þeirri ráðgjöf að fullu því að auðvitað það svo að djúpkarfi í hafinu og djúpkarfi mun koma sem meðafli og djúpkarfi og í þessari stöðu verðum við einfaldlega að styrkja rannsóknir á fiskistofnum okkar, hvort sem það er djúpkarfi eða loðna eða bara almennt. Við sjáum það bara þegar við erum að fara yfir skattspor fyrirtækja og við sjáum það bara í þessu uppgjöri, í breytingu á tekjuskatti í síldarvinnslunnar sem það bara beint að hafa áhrif á ríkissjóð, að þetta ekki, að þessar rannsóknir eru kannski ekki dýrar að miða við hvað það kostar okkur að nýta ekki þessa stofna með sjálfbærum hætti og fara á mis við þau verðmæti sem við getum nýtt úr þessari auðlind. Þannig að við þurfum auðvitað að auka rannsóknir mun og spýta vel í lófana þegar kemur að rannsókna á þessum helstu stofnum okkar. Nú, ef við skoðum markaðina aðeins, þá makrílvertíðin, eins og ég sagði hún hefur gengið vel og við erum nú þegar búin að vinna meira magn til manneldis en í fyrra og við erum búin að vinna verðmætari afurðir og markaði virðast í góðu jafnvægi og sala fer vel af stað. Og við reiknum bara með því að við endum með sterkari verð en í fyrra. Við erum að hefja síldarvertíð núna og við erum búin að selja allar okkar afurðir frá síðustu síldarvertíð og birgðastaða almennt í síldar út í markaðnum góð að mati okkar markaðsfólks. Þannig að við erum nokkuð bjartsýn fyrir komandi vertíð. Vissulega og síðan náttúrulega bætist ofan á samdráttur í kvótum. Það mikill samdráttur í síldarkvótum eins og norsk-íslensku síldinni og við náttúrulega trúum því að það muni skila sér í betri verðum. Við reiknum með að íslenska síldin verði bara jafn góð við fyrra og geti farið að stórum hluta til manneldis og hún með MSC vottun þannig að það mikill kostur inn á ákveðna markað og meira að segja krafa. Þannig að þar hefur íslenska síldin ákveðið forskot á norsk-íslensku síldina. Nú, loðnan, þess að við höfum það punkt bara inni því að við trúum því að það komi loðna en við framleitum lítið magn af loðnu eins og kom fram áðan frá Noregi, Barentshagsloðnu. Gekk vel að selja hlutafinn en hryggna var mjög smá og það hefur bara gengið illa að selja hana en þetta lítið magn og við erum að losa hana núna út. Nú, loðnurhöggin, það töluvert að birgðastöðu af loðnurhöggum á Íslandi til staðar ennþá, bæði hjá okkur og öðrum og það verður að segjast alveg eins og það kom smá skriður eftir sjávarútvegssýningu á vormánuðum. Yfir sumarið, svo sem vanalega, hefur verið lítil hreyfing en við trúum því að núna með haustinu fari eitthvað í gang þar. Mjöl og lýsi sölur hafa gengið vel í sumar og það auðvitað þannig að sumarið sá tími sem laxinn í mestu æti og framleiðsla mest og þar af leiðandi fóðurframleiðsla eftirspurn eftir fóðri meiri og það þokkalegt útlit á sölum á mjöl og lýsi en það alveg ljóst að verð, þessi mjög svo háu verð eins og lýsinu, við vorum að sjá það fara yfir $5.000 að miða við EPH í ákveðnum hlutföllum. Þau verð alveg að fara niður og menn spá þeim alveg
töluvert langt niður og það helgast af því að veiði í Suður Ameríku að ná sér á skrið og það töluvert veiði í þar og kvótar sterkir, gott útlit inn í haustið. Þannig það ljóst að það verður pressa á þessum mjöl- og lýsismörkuðum inn í haustið þó að verð hafi gengið vel að selja í sumar. Nú sjófrystarafurðir hafa verið að taka við sér og þetta eins og ég kom inn á áðan, Blængur hefur átt góða túra og gengið vel en verðin auðvitað eins og á öðrum áðsöringi inn á Bretland og svona voru í lægri kantinum en þau hafa verið að styrkjast núna, það hefur liðið á og við erum bara að sjá í hverjum túr batamerki í verðum. Sölur hafa gengið ágætlega að heifa og við höfum haldið verðum inn á Asíu og sala á ferskum þorsku og ísjárum hefur gengið vel á árinu. Við höfum ekki verið með mikið þar, eðlilega, en saltfisksmarkaðir eru stöðugir, þar hefur sala gengið vel á þessum hefðbundnu mörkuðum og það kannski ekki gengið vel að sækja verðhækkanir en það hefur gengið vel að selja. Og reyndar eins og ég kom inn á áðan, vinnslan á Portúgal, þar hafa verið í sögulegu hámarki og það auðvitað helgast meðal annars að miklu niðurskurði í Barentshafinu. Það auðvitað gríðarlegu niðurskurður á þorskkvótum í Barentshafinu sem auðvitað hefur verið að koma hækka verð á þessum mörkuðum. Nú léttsaltaði fiskur, það meiri verðpressa þar. En auðvitað það þannig að í þessum verðbólgunni á Íslandi og það sem við erum að sjá alla kostnaðarliði hækka, við erum að sjá laun hækka töluvert, að þá auðvitað verðum við að ná því tilbaka með einhvern hætti og það mjög erfitt. Það mjög erfitt að fara út í markaðina og ná í þessar, þeir hafa litlar áhyggjur af verðbólgutölum á Íslandi neytendur í þessum löndum, þannig að við þurfum auðvitað að aðlaga okkur að því að gera hlutina betur inn í rekstrinum og með minni kostnaði. Við þurfum að ná fram hagræðingu því að við erum ekki að fylgja kostnaðarhækkunum á Íslandi í verðhækkunum erlendis og sækjum það ekki inn í lönd þar sem að víða eru líka erfiðleikar. Nú, vaxtastigi hátt þó að menn sé að spá einhverri breytingu þar en þá það ekki nein stór sveifla sem að við reiknum með og það þarf náttúrulega bara að aðlaga sig aðeins í fjárfestingum og notkun á peningum á móti því. Aðlaga fjárfestingar og framkvæmdir að því að það eru háir vextir. Nú, orkukostnaður, hann hefur hækkað verulega og það þetta helgast að því að það mun minna aðgengi að raforku. Og við hljótum bara sem þjóð að þurfa að gera aukna kröfu aukið aðgengi að grænni orku. Það búið að skrifa undir alls konar sáttmála samdrátt í losun þjóðarinnar og skuldbinda þjóðina inn í alþjóðlega samninga losun og samdrátt í útblæstri. Og við náum ekki þeirri losun og það náttúrulega sést best að því núna. Við erum búin að raforkuverða vegspjöðun þar að fullu, höfum ekki aðgengi að raforku. Hún ekki til. Og við vorum að taka þetta svona gróft saman, vegspjöðuna hjá okkur. Þetta svona kostnaðarhækkun upp á 300 milljónir bara í fiskimjölsverksmiðjunum og þar að verum við með 100 milljónir í kolefnisgjald. Og það skítur skökku við að borga 100 milljónir í kolefnisgjald á sama tíma og við erum að fullu með tæki og búnað til þess að nýta græna orku sem við fáum ekki afhenta og ekki til. Á sama tíma erum við skattlagðir 100 milljónir, þannig að þetta sérstakt. Og mér finnst þetta óeðlileg skattlagning. Nú, það óvissa með lónuna inn á komandi vertíð og við vonum að leiðangur haustsins verða okkur hagstæðir og við vonum að Hafrannsóknastofnun fái nægt fjármagn og geti sinnt þessum rannsóknum og við útgerðin hefur og mun verða hér eftir sem hingað til tilbúin í fullt samstarf við vísindamennina að rannsaka og leita loðnu og mæla loðnu og það sem þarf til að ná því. En það breytir ekki því að Hafrannsóknastofnun verður að hafa fjármagn til að geta sinnt þessum undirstöðu mælingum á vistkerfi okkar. Og svona í lokin að, eins og ég segi, ég hef ekki oft staðið hér með
ég held þetta sé í fyrsta skipti frá því að ég tók við stjórn í síldarvinnslunni sem við sjáum neikvæðan fjórðung. Þannig að auðvitað er maður ekkert háttamann í risið og maður engan veginn sáttur. Þetta er óviðunandi. Maður mun gera þá kröfu til sjálfsins og stjórnenda síldarvinnslunar og starfsmanna að við náum að fara ofan í þetta og bæta og bregðast við þeim kostnaðarliðum sem við erum að sjá hækka með hagræðingu og gera betur inn í framtíðina. Við þurfum að ná tökum á bolfiskhlutanum hjá okkur og það munum við gera. Og þrátt fyrir þennan samdrátt á fyrstu 6 mánuðum þá teljum við ekki ástæðu til að breyta þeirri afkomuspá sem við höfum lagt fram. Við vorum með afkomuspá upp á að EBITDA yrði 74 til 84 milljónir dollara. En vissulega í ljósi þessara brotsjós sem við höfum aðeins verið í núna þá reiknum við með því að þessu afkomuspá verði kannski nær 74 milljónum en 84 milljónir dollara. En við bindum náttúrulega í þessum ályktunum okkar vonir við það að síldarmarkaðir og síldarvertíð muni ganga vel og að við getum og við náum tökum á bolfiskum. Þó að það myndi kannski taka einhver tíma að ná tökum á honum en við sjáum fram á síðustu 6 mánuði ársins að við eigum að geta náð þessar afkomuspá og ætlum okkur að gera það. Takk. Það er einhverja spurningar að þá má senda það á fjárfestir@svm.is. Er eitthvað komið inn? Það er ekkert komið inn, þannig ég ætla ekki að lengja þetta. Segi bara þið sem gáðu okkur tími að sitja fyrir framan skjáinn og fylgjast og horfa á þessa kynningu. Takk fyrir að gefa okkur tími í það og góða helgi.